Komið þið sæl og verið velkomin þennan þjóðmálþátt númer 400. Það tímamóta þáttur í dag og gesturinn ekki að verra endanum. Það komin tíminn í smá spjall. Björn Sóuka, forstjóri King Faisal spítalans í Sádi Arabíu. Vertu velkomin Björn. Takk fyrir. Fyrst skipti þjóðmál. Já, gaman að koma hingað. Nei, ekki? Jú. Við erum að taka upp í mynd í dag, eins og áhorfendur sjá sem eru að horfa á og þeir sem eru að hlusta, þá sitjum við hér sitjum hér í Fantasíusalnum á Kjarval. Þau voru svo góð að lána okkur salinn hérna fyrir upptöku. Fínt að vera hér og hér eru vinir mínir í búlis með okkur, að taka þetta upp með okkur. En velkomin, gaman að sjá þig. Takk fyrir. Gaman að koma hérna. Ég hef nú hlustað tölvöld mikið á þættina hérna. Já. Það er öðruvísi að vera hinum með núna. Já, ég gef mér þá bara þú sett vel upplýstur gangmála hér heima. Já, reyni að vera það. Þetta, mikið af vinum, stóra fjölskyldu hérna og les vefmiðlana og blöðin reglulega. Meira en maður svona meira í þessu en svona tilefniði til en ég fylgist eins og vel á hægt með þessu og það ekki auðvitað marga sem í lykilhlutverkum hérna heima á mörgum sviðum sko. Já, og þú hefur nú verið lykilhlutverki hér líka, við ætlum kannski að fara að segja þá eftir. Algjörlega. Það er það er nokkrir svona hlutir sem að ég myndi verið að ræða við þig í þessum þetta hér í dag. Ef við byrjum bara aðeins til að byrja einhvers staðar, King Faisal spítalinn, útskýrðu fyrir hlustendum hvers konar spítald er og í hverju starfi felst og... Já, sko, spítalinn er hvað segja, sá svona fyrsti sérhæfði spítalinn sem byggður í Sádi Arabíu. Hann var opnaður fyrir bráðum 51 ári síðan. Hann byggður upp í samstarfi við Bandaríkjamenn, þá mest við Cleveland Clinic sem var þá mjög ábyrjandi í útrásinni í Sádi Arabíu. Það var mikið af þessum hlutum sem gerðust þar með bandarískum áhrifum, þannig að þeir voru sterkir þannig í olíuinnanum og annað slíkt. Þetta var, sem sagt, þegar hann byggðist upp í Ríhad, þá var hann út í miðri eyðimörkinni. Það er ekkert með sandur í kringum hann og Ríhad var ekkert svo stór borg þá, hún er reyndar höfuborgin og núna erum við spítalinn í miðri höfuborg sem búa í 9,5 milljón manna og markmið þeir byggja svo mikið að við myndum falla öllum kranaprófum, byggingakránaprófum sem við frægurðu hérna á Íslandi þannig að markmið þeirra er að næstu 4 árum verðum við komin upp í 13 milljónir í Ríhad. Þessi spítalur getum maður sagt svona sérhæðast af þeim öllum. Við sjáum næstu bara svona erfiðustu málin sem eru þarna í landinu. Hvað þýðir það nákvæmlega? Erfiðustu tilfellin. Það er ekki bráðamóttaka á spítalanum? Það er bráðamóttaka á spítalanum. Já, við höfum hana líka. Það var líka þannig að þetta var Karolinska að hugsa þannig þegar ég var þar að það voru erfiðustu tilfellin þar en þú samt með bráðamóttöku. Þurftu að hugsa nærumhverfið, það þurftu að hugsa sjúklingana sem eru í meðhandlun hjá okkur. Það þurftu líka að geta að komast inn gegnum bráðamóttöku. Það er sama prinsip hérna. Þetta þýðir líka þannig að við erum meðhandlum 25% af öllum krabbameinum sem eru í Sádi Arabíu. Reyndar það kannski ekkit voðalega mikið með margt annað. En í Sádi Arabíu búa núna 30 milljónir manna sem eru innfættir og 15 milljónir sem eru eins og ég, gestaverkamenn eða hvernig maður á að kalla það. Þannig að það er mikið, þannig að við sjáum 25% af krabbameinum þar. Þetta er ung þjóð og miðgildi aldurs þar, ekki miðgildi aldurs þar er kringu 29 ár. Þannig að það er mikið af ungu fólki, mikið af börnum og þetta er svona svolítið öðruvís en annað. Sjúkrahúsið er að mestu leyti í Ríhad en er með starfstöðvar eða minni sjúkrahús í Jeddah við Rauðahafið og síðan inn í Medina hjá Moskonum sem er upplifun að fara og sjá það því að sú borgar þetta lokuð fyrir útlendingum þangað til bara fyrir nokkrum mánuðum síðan. Núna er þeir stoltir að sýna mér allt þar þegar maður kemur í heimsókn. Ég er 21 manns í vinnu. Stórt og mikið, veltan okkar ég það bara að hugsa setjum yfir í Bandaríkjadali, við erum aukstari nálagt 4,5 milljarði Bandaríkjadala sem við veltum á hverju ári. Það er töluvert. Það er töluvert, hefur gengið vel og stolt af því sem við erum að gera þar og horfum
mjög staðfastir inn í framtíðina. Og bara spyr svo sem ekki veit, þú veist, eru sátar framalega í læknavísundum? Þú veist, ég veit þetta er góðu spítali, en bara, ég reyna svona, ef maður reyna einhvern veginn að raða því í röð við aðra þjóðir. Það er svo erfitt að segja sko hvað er framalega. Ég held að þeir hafi ekki haft mikið af hlutum, það er alltaf nokkri hlutir og svona nokkri hlutir sem augljóslega eru framalegi og aðrir ekki og aðrir eru þeir á pari við þeir hafa ótrúlega mikið metnað og það var eiginlega það sem dró mig þarna mest af öllu, það var þessi metnað fyrir að vera ekki miðlungs og ekki láta sér gott heita eins og staðan heldur vilja ég segja hvað sé að vera bestir eða með þeim bestu og þeir eru vantilega á því sviði algjörlega, það er það einhver sem við ætlum og þetta tekur tíma að vinna upp alls konar hluti sem ég segi ekki að vera vanræktir en það vantaði ákveðna þekkingu til þess að keyra áfram og svona vantaði ramma suma hluti sem við erum að byggja upp núna og ég segi alltaf svona ef þú ætlar að vera í fremstu röð þá voru að geta búið upp á nýjustu tækni ekki bara því að tala tækni þá er ekki tæki, þetta líka lyf eða gert rannsóknir á nýjustu hlutunum og það vel þegar að koma þarna byrja þá voru held ég 10 svona stóra rannsóknir sem voru gerða þá á spítalanum á nýju hlutum eða öðrum hlutum á síðasta ári vorum við lók síðasta ári vorum konum upp í 190 þannig að það er margfaldast og við erum að gera öllum spítalum að gera rétt 50% allra svona hvað sé klíniskra rannsókna sem eru gerðar í Sádi-Arabíu. Ég markmiðið mitt að við förum upp í minnst 60% af því. Bara þannig hlustur áttu sá því sko, því að enskanat spítalas er nú Specialist Hospital og Research Center. Þessi rannsóknar hluti, við tölum nú Landspítalann Háskólasjúkrahús hér sko, en þessi rannsóknar hluti, hvaða máli skiptir hann? Bara þannig að fólk áttu sá því, Já, þetta sko rannsóknar hlutin skiptir rosalega miklu máli, en það skiptir meira máli hérna áður fyrr. Því að þegar að þeir bættu við þennan Research Center endan á nafninu, því það var ekki en einasta, ekkert læknisfræðilegar rannsóknir, því að þeir voru ekki með sterkt háskólakerfi þarna. Þegar háskólakerfi byggðist á gömlum múslimskum hefðum og ýmislegt annað, en það vantaði þetta. Þannig að við vorum fyrst að byggja þetta upp og síðan hafa þetta háskólann tekið stór stökk í þessum efnum og við höldum bara fórustunni með það, en það er þannig að þú segir að þú ert háskólasjúkrahús eins og við erum þá eða Háskóli Íslands eða sinns Landspítala Háskólasjúkrahús eins og það kalla þá ertu að gera rannsóknir, stunda rannsóknir til þess að bæta horfur sjúklingana, hvort sem það er lífshorfur eða lífsgæði og það verður að gera, annars ertu bara að vinna í fortíðinni sko. Já. Ég ætla að koma þess inn á rekstur spítala á eftir, þú veist, fjöldum með þessum tíma þinni á Karolinska og þetta hér heima kann að hljóma sem barnaleg spurning sko, en maður einhvern veginn er að gefa sér í Sádi og þessu svona spítala sé bara nóg peningum, það sé bara nóg fjármagn til að starfrækja spítalan, þannig að það er kannski ekki vandamál. Í hverju felast það áskorunin er að taka svona spítala í gegn? Það eru fjárhagslegar áskoranir, það er mjög mikla fjárhagslegar áskoranir í Sádi núna, það hefur að gera með olíuverð líka. Einn stærsta áskorun sem við sem spítali erum að Það er kannski of einföld framsending hjá mér. Já, ég held að það sé það bara allir sem hugsa þannig, sem koma utanfrá og ég hef ekki undan að lemja fólk af mér þarna sem heldur að það sé komið til þess að ná í peninga á spítalunum sko. Þannig að það er ekkert skrítið en sko við erum líka þannig að núna skömmu hálfu ára áður en ég byrjaði þá breytti spítalinn frá því að vera ríkisspítali í það að vera sjálfseignarstofnun og sem sagt not for profit og það gerir það verkum að fjármögnun er allt öðruvísi við hlaupum ekki til mömmu og byrjum meiri peninga ráðuneytisins eða áður fyrir fóru allir peningar í gegnum fjármálaráðuneytið núna tilheyrum við hvorki heilbrigðisráðuneytinu en öðrum við tilheyrum það sem er kallað Royal Court of Riyadh City þeim eru raunverulega konungsfjölskyldana eða sem hefur sérstaklega mikla hérna áhuga að það gangi vel fyrir Riyadh og okkur. Þannig að
það ekki komið upp þessi strúktúr ennþá þó þessi að byggja það hvernig greitt fyrir heilbrigðiskerfi. Það semst að við erum núna á þessum föstu fjárlögum fáum frá fastu upphæð og svo bara horfa þær í augun á okkur og svo gera eitthvað besta. Bara vinna með þetta? Já, gera bara eitthvað besta, sko. Það örugglega hægt, eins og þegar menn voru ákveða þær eftir 5 ára áætlun að ganga eftir í Sovétríkjunum. Já, bara gera eitthvað besta. Allir vita hvernig það gengur ef þú hefur ekki eitthvað annað kerfi til þess að ýta undir. Ég hef mjög góða sögu að segja af þessum áætlunarbúskap sem var í sjúkrahúskerfinu í Stokkólmi áður en ég byrjaði þar. Þar höfðu haft í 4 ár kerfi þar sem þeir fengu upp það sem að segja, við viljum að gera svona mikið, hérna x mikið, hérna upphæð sem þið fáið, sko, gera eitthvað besta, en ef þið gerum meira en það sem við byrjum upp, meira en 100%, þá fóðu ekkert meira, en ef þið gerir undir 95%, þá fóðu aðeins minna. Allir spítalarnir lentu á framleiðslu 95,000% sem sko næstu ómögulegt að gera. Bara til að halda í bara gera þetta besta með akkurat með þau peningum fyrir að halda þau peningi. Þetta bara mannlegt eðli og ég nota þetta dæmi því að þetta aðeins við skrifaðum þetta líka nota þetta dæmi í hvers skipti sem ég að eina svona auka störfunum mínum eða svona hobbyunum mínum ég fer 2 ári í Harvard Business School og kenni það breytingastjórnun sérstaklega í kringum breytingar á heilbrigðiskerfi og ýmislegt annað. Og þetta dæmi nota ég fyrir aðeins í dítelin á því þegar að kenna þegar fólki sem kemur á staðar á heiminum. Búið að finna, kannski hoppum við inn í annað en svona á þessum nótum, búið að finna fullkomna heilbrigðiskerfi? Það til? Nei, það margir sem segja að Singapúr sem fullkomnast besta heilbrigðiskerfi, en ég kannski ekki alveg sammála, ég held að það sé eitt af þeim betri sem til eru, en það má ekki glemma því að þeir hafa leyst nokkur vandamál, það alltaf á mjög litlu svæði. Það er sjaldnast pólitíska deilumál þar, því það einn sem ákveður, eða einn lítil hluti á landinu sem ákveður fyrir alla aðra. Það ekki sérlega lýðræðislegt eða hvernig sem það en þeir hafa náð alveg gífulum árangri og eru mjög strategíu meðvitaður og svona. En í raunverulega í okkar heimi, það sem þarf að taka pólitíska ákvarðanir og þarf að gera málamiðlanir og ýmislegt annað, þá ekki fullkomna heilbrigðiskerfi til, en það til dæmum hvernig þetta nýta ákveðna hluti til þess að gera það eins gott og hægt með við þá aðstöðu sem það í, sko. Hvernig kerfið í Svíþjóðlinis? Og þú, eins og þú segir einslu þaðan. Já, ég sagði að því miður hefur sko kerfið í Svíþjóð er að hluta til mjög gott, en að öðru leyti svolítið brotið upp á því að það eru ómargir kokkar sem stjórna þessu. Landið ekki með nema 10 milljón manns og með 21 svona region eða svæði sem hver og einn með sína eigin stýringu á heilbrigðismálum. Það sem gott við það að pólitíkar sem á þessum svæðum, þeir eru nálægt kunnunum, sko. Þeir eru ekki, pólitíkar sem ekki allir í Stokkólm að bíða eftir að vita hvað gerist í norður. En á móti kemur að það verða svolítið mikið af svona mismundi leiðum, hvernig þú fjármagnar, hvernig þú hvetur kerfið áfram, hvernig þú mannar það og ýmislegt annað þvílíkt. En það eru ótrúlega mikið góð svæði og góða hluti sem hafa gerst, en það ennþá tölvört mikla pólitíska deilur það hvernig að fjármagna kerfi, hvað það að setja inn og það virðist vera mjög viðkvæmt pólitískt mál að setja eitthvað svona hvata inn í svo, þetta ekki reynd hvati, þetta bara það og þú gerir fólk aðeins meira ábyrgt fyrir hlutunum, það ekki að segja að það fá hærri laun fyrir að gera meira, heldur að stofnunin gangi vel þegar það svolítið sér. Ég meina, ég sé það eftir að ég hætti á Karolinska og þá var kannski eina ástæðan sem átti að ég sá fram á það að það erfitt að vera í fremstu röð með að við það voru allt í einu breyta greiðslumótunin aftur yfir í verra horf, sko. Þegar þú voru búnir að gera tölverðar breytingar eins og við höfum nokktum að fjalla hér, við heimsóttuðu nú út til Karolinska að við minnir í júní 23 einmanett og fjöllum við það. Þú gerir mikla breytingar á rekstri spítalans og þú veist svona í stuttum einfalt útgáfinu svo að þú fækkar millistjórnendum töluvert
eigur þá við fjölda þeirra sem vinna á gólfinu, ef við getum orðað þannig, og tekur svolítið reksturinn í gegn, þú veist, áttu að fara að snúa því tilbaka eða? Já, Eða tekjuforminu kannski meira? það var tekjuforminu eitthvað þar að segja hvað fólk áttu að reyna að sjá marga sjúklinga, reyna að vera það, hver, og líka með því þá fylgdi, hvað sé að möguleikar á því að gera nýja hluti, ekki verið í fremstu röð í heiminum. Ég fekk svona pólitíska spurningu hvaða pólitíkus ákvaðast að ákvaða að þetta hefur einn af 10 bestu spítalum í heimi. Það er eins og trú á það að pólitíkus að geta ákveðið eitthvað svona að gerast. Og hvað kostaði það? Kom svo eftir. Þannig að ég segi nú oft sko vera í þessum baráttu í þessum efstu listum eða efstu sætum. Þetta er ekki, það segir ekkit annað en það hvernig umhverfi lítur á þig, hvernig hinn alþjóðlega heimur lítur á þig og gefur þér alveg ótrúlega styrk til þess að ná nýjustu hlutunum, hvetja til þess að gera hlutina öðruvísi. Það var alltaf okkar helsti styrkur bæði á Karolinska og núna á King Faisal, við erum að gera hlutina tölvöld öðruvísi. En hvað það sem færir eins og Karolinska í þessa röð í topp 10 í heiminum? Man getur sagt að þegar við kemum þá erum við ekki inn í, þá var listin bara topp 100, ég meina af 6.000, nú er þetta kringu 10.000 sjúkrahús og þeir eru með topp 200. Þannig að við hefum getið við þessum yfir 101 án svo vita, en við vorum ekki á þeim lista, en sko Karolinska er þetta ótrúlega þekkt nafn og hafði allt til alls, það voru með glænýja byggingu, en það var búið svo mikið kaos og svo mikið vandræði að það var bara að tala um peninga eða negatív hlutina, eða gæti ekki gert þetta, geti ekki gert eitt og eitt og vorum ekki að gera nógu mikið af rannsóknum. Vorum, held ég maður rétt tölun, þá vorum við að gera 1400, sko ekki klínskar, sko, að tökum allar rannsóknir á árið, en þegar ég yfirgaf þá vorum við konum upp í 7500. Og sem var 60% öllum klínisku rannsóknum sem voru skráðar innan heilbrigðisvísindarins í Svíþjóð. Þannig að leiðum náðum svona, hér er allt í einu komið ró, hætt að tala um pening og fyrir að tala um hvað er best fyrir sjúklingin, hvað við getum gert, hvað er nýjasta, hvað er nýjasta sem við getum unni með til að leiði til einhvers. Leiða það gerðist, þá höfðum við svo mikla sögu og svo mikla, hvað sé að hefð fyrir því, þá komumst við strax inn á topp 10 og enduðum vorum við topp 5 þegar ég hætti. Eða þess að þetta voru númer 5 í heiminum þegar ég hætti. Og það er auðvitað ótrúlegt fyrir svona lítið land að geta náð því. Við vorum hærri en þjóðverðarnir. Já, þessi umræða hljómar svolítið eins og hérna heima. Þessi umræða svolítið vísi. Þessi neikvæð umræða fjármögnun og já, ég meina þetta truflar það allt, sko. Leið og getur við fara að tala um það sem þú ert mentað fyrir eða mentað með þetta þarf alltaf að vera ábyrgðarfullt, en leið og með system, leið og með leiðir það sem sér það sem þú gerir ákveð ættir að gera eitthvað aðeins meira ef það er ekki gott fyrir spítalinn að vinnustæðin eða þú færði niður viku eða mánaðafundina sem er rætt við erum búin að tapa svo miklu peningum, nú er það sko enga jólakökur eða eitthvað þvílið, sko. Ég meina, þetta er bara alveg konkrétt dæmi, sko. Sko. Þannig að ég hef alltaf haft trú á því, sko, leið það sem þú gerir þegar þú lagar spítala sem hafa möguleika, þá byrjar á því að fá ró í fjármálin og hafa stöðu þannig að allir vita hvernig þau virka, hafi nógu mikið af upplýsingum um það, hvað kostar hlutinir og allt það. Leða það er komið, þá er það bara einn af hlutunum sem eru til umræðu, en auðvitað vilja þeir sem fara að vinna í heilbrigðiskerfinu, þeir vilja hvers vegna fóru í heilbrigðiskerfinu, þeir fóru ekki þangað til þess að auðvitað þurfa allar að fá laun og vel borgað og allt það, þeir fóru ekki þangað, þeir hefur ætlað að fara í peninga þá hefur þeir farið í annar starf, þeir fara þarna til þess að vinna sjúklingunum gagn, þeir hafa þetta leiðarljós í lífinu. Það er svo auðvelt að líf er svo mikið einfaldara fyrir alla ef maður hefur alveg skýrt markmið með sinni vinnu. Og það er ekki það að vera að ræða um peninga allan tíma. Nei, en það er einhvern veginn, við festum samt óþarlega oft í því kannski, en
Sko áður en ég kem kannski hingað heim í rauninni eða fyrir að ræða þessum Landspítalann og svona. Þannig að aðeins til að spyrja út í, að tengist því sem varst að ræða áðan með bara tækniþróun og þetta. Því ég veit að þú hefur verið að tala á ráðstöðum og verið bæði að tala sjálfur og sótt ráðstöðum sem hefur verið að kynna alls konar tækni í heilbrigðisgeira. Þið voru nú að stíga stór skref í Sádi-Arabíu með ykkar spítala þar sem þið voru að útskjöta fyrir hlustundum, sko, voru að setja hvað Sko, ég meina, það búið með vélmennum notum vélmenn okkur, við erum með fremstu röð til að færa líffæri á milli líffæri á milli eða taka æxli út úr heila með hérna þessum fínu róbótum sem bara til þess að hvað maður að segja sem nýta þá tækni sem það alveg ótrúlega miklu möguleikar með tækni alltaf, en þú ert auðvitað að finna rétt farveg, gera það á réttan hátt. Ég hikaði á hana því ég fann ekki íslensk orðið fyrir transplant, sko. Það var já, líffæragjöf. Já, líffæragjöf einmitt. Já, það nú, sko, þannig að Er þetta framtíðin? Að vélmenni geta gert svona flottar aðgerðir? Sko, vélmenni er þetta stjórnað af mönnum, sko, þannig að ekki okkur það þannig, en okkur gerðum við vélmenni þetta, við gerðum það vélmenni með þessum að þeir varst að nota mikið minni, það voruð mikið minni inngrip. Þannig að til dæmis eins og við sögðum frá því hérna fyrir 1,5 ára síðan þegar við gerðum fyrsta skipti í heiminum þar sem var hjartalíffæragjöf sem bara gerð með vélmenn, sko. Þetta hafa verið til áður þar sem mann hafa saumað einhver æðar með hjálp vélmanna en ekki alla leiðina. Og þá fórum við frá því að opna brjóstkásan upp á gátt í því að gera lítið gat hérna undir brjóstvörtuna öðrum megin og brjóta ekki kannski mestalegi svona hvað bráka eitt rifbein og koma hjartanum þannig fyrir og allt saumað allt innan frá með hjálp vélmannana og gerði það verkum að áður fyrir þegar að hérna, fólk fekk hjarta eins og þetta, þá var það á gjörgæslunni í 2 til 3 vikur og spítalanum kannski 2 mánuði stundum. Ég man eftir tilfelli þegar ég var aðeins yngri, þar sem sjúklingur sem ég kannaðist aðeins við var í 12 mánuða gjörgæslu, sko, þannig að það allt til. En þessi fyrsti sjúklingur, við höfum hann til öryggis á gjörgæslu í 2 daga og farin heim eftir 8 daga. Bara svona dæmi. Við gerðum líka hérna fyrir nokkrum mánuðum, ég held að það var í október, þá tókum við æxli úr heila með hjálp vélmenni sem var við kúpubotnin og okkur notum við vélmenni það okkur ekki bara að gera eins og venjulega. Jú, þetta var á stað þar sem var mjög erfitt að komast að með okkar puttum, með okkar þykku puttum en vélmennum mikið fínni og komast á að þannig að sjúklingurinn æxli var tekið út og sjúklingurinn var komin heim til sín innan 24 tíma sem var að sko svona bylting, þetta er fyrir sjúklingana, sko, þetta er ekki bara það er alveg 20 starfsfólki að fá 9 leikföngin, sko. Já, það er svona, maður getur horft á með tvennskona hætti, það er alltaf annars vegar, eins og segir, bara að vélmenni geti gert þessa hluti sem eru þetta magnað og einhvern veginn fyrir örfáum árum hefði maður ekki séð fyrir sér að fólk myndi setja líf sitt í hendur vélmanna einhver leiti eins og þetta er kannski gert og svo hinn líðan af pyrrunum að það er náttúrulega þessir fækkun dvalardaga á spítala sem að þetta spara þá vantilega kerfinu gíflegt fjármagn svona heilt yfir, samtast það saman kemur því. Já, þetta fyrir okkur sem erum föstum fjárlega það gerir það verkum við getum hjálpað fleiri sjúklingum sem við höfum gert núna, aukningin við reyndar munum ekki auka í ár vegna þess að við fáum ekki meira fé en svona við reynum að halda sjó með því að svona, hvað sé að bæta allar aðra tölur það hvernig reksturinn er og þetta er sko, fólk leggur líf sitt í hendur þeirra sem stjórna vélmennum þannig að það bara fyrir eftir hvernig þú talar við og þetta. En hversu hröð er þessi þróun? Hún er mjög hröð núna og það hafa verið svona, hvað maður segja á síðustu 10-12 árum hafa komið bakslög í þessu og það hefði alveg verið bakslög þar sem framleiðandi svona, hvað maður segja, vélmanna hafa svona farið meira út í harða sölu heldur en að fylgja hugsa gæðin þetta lenti í höndum fólk sem hafði ekki nógu mikla reynslu og skapa mikið nusla og sles en þetta er nú
á réttir leið núna komin alveg gífileg samkeppni, þetta var eiginlega bara einn aðili sem var á markaðanum, núna eru fleiri samkeppnisaðilar komnir með og þegar það gerist þá breytist tæknin hratt, þetta er eins og með þetta AI, þú veist, það er svo óbáslega mikið af hlutum til núna, en að fá þess að virka saman og fá þess að virka í einni heild í keðjunum, þetta er að gerast mjög hratt núna, mjög hratt. Sko. Þegar stundum við rættu það líka við bara vestræna þjóðir eru kannski ekki að mennta heilbrigðisstarfsmenn í þeim mæli sem við ættum að gera, þú veist, er þetta að fara að létta á því þá? Ekki þessu hluti, en ef þetta léttir allt á, ef þú getur stýtt legutíma, þú getur séð fleiri. Ég held að vestræni hlutin verða og hinn líka, veist, það kemur aðeins seinna í þessum þjóðum, þessum yngri flokkarnir og meiri fólk, en verðum bara að vinna öðruvísi, getum ekki unnið svona lengur, það er bara búið sko, það verður að gerast þeim meira heima frá, það verður að vera minna krefjandi, mannaflskrefjandi, ég meina næstu 5 árum fara 30% þjóðverða á eftirlaun og það er jáfnvel við hjúkrunarfræðinga og lækna og ýmislegt annað, bara sem dæmi. Já. Og það hefur verið að berðar alls konar útlesningar af því, eins og fyrir 3-4 árum síðan þá birti sænsku ríkisstjórnin sína athugun á því, hvernig verður eftir 10 ár, hvernig mönnum við heilbrigðiskerfið. Já, við mönnum heilbrigðiskerfið á næstu 10 árum, ef það er jafn mannaflsfrekt og gerum hlutin alveg eins og við verðum að gera, þá þurfa 50% af þeim sem fara í menntaskóla að fara frá menntaskólanum í eitthvað heilbrigðistengdu sem er ekki að vera að gerast. Ég held að Spotify myndi segja eitthvað við því og fleiri, þannig að það er ekki að vera að gerast, þannig að þetta er bara handa við hótnið. Bandaríkjunum töluvert öðruvísi núna með fjölda lækna, þær sagði mér einn félagi þessi rekur mjög stórt sjúkrahús með 80 starfsmönnum í Bandaríkjunum að fyrir hvern lækni sem fer á eftirlaun núna þarf að ráða 2, því að þeir lækna vinna öðruvísi, yngri kynslóðin neitar þessari miklu vinnu, er meira heima við, fleiri veikindadagar, þeir hafa lent í töluvert vandræðum með það að fólk, sérstaklega læknarnir fari að brenna út og fari í þunglindi út frá því. Þannig að þetta er það sem ég byrja alla mína fyrirlestara á að stela þessa setningu sem Steve Jobs notaði þegar hann var í baráttunni við IBM, think different, ekki different líð, heldur think different, hugsa bara hugsa annað. Hvernig leysum við þetta? Já, sko, við leysum þetta bara með því að það fólk sem við höfum sé bara að hugsa það sem það á að hugsa taka skriffinnskuna algjörlega út fyrir sviga. Númer 2, við getum ekki leyst allt á spítölum. Við verðum að vera mikið sterkari í að nýta tæknina og hafa sjúklinga heima við með þeirri tækni sem fyrir og byrjuðum á þessu verkefnum meðan á Karolinska. Núna er til dæmis 20% í King Faisalinn Sáti, þá er yfir 20% af þeim samskipt sem við höfum eða tilvikum sem þegar við hittum sjúklinga, yfir 20% af þeim eru rafræn. Bara fjarfundir? Fjarfundir, sími, einhverju leyti, en oft fjarfundir, sumir er heima með tæki og það er rosalega mikið því að við sjáum við erum með 2,5 milljón samskipta á hverju ári og ef þú komin upp í yfir 0,5 milljón rafræna samskipta þá ertu að breyta ykkur. Þannig að þetta er hluti, það er mikið að breytast í þessum hlutum og bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu og við erum svona að reyna að hanga aðeins í því. Ég meina, stærsta breytingin á vinnu lækna og hjúkrunarfræðinga núna í þessum löndum er að gervigreindin er að breyta því þannig að núna geta haft meira tíma með sjúklingunum í staðinn fyrir eðanum í skriffinnsku, þar sem fólk er bara með tölvuna opna og hlustar á öll samskipti og svo er það struktúrar upp og sett upp og þú ert ekki fyrir eyðublöð, ekki gera neitt, heldur sér tækninum þetta núna og við erum ekki að tala um eitthvað sem er að koma, heldur við erum að tala um eitthvað
sem eru með stærstu verkefnum í innleiðingu núna á síðast ári í Evrópu. Það akkurat þetta verkefni. Í Bandaríkjunum hafa það sýnt fram á með tölum að þessu þegar félagar mínir í Boston hafa verið duglegir að birta núna á síðustu mánuðum þar sem þeir hafa gert þetta í hálft ár og séð að læknar hafa 20% meiri tíma með sjúklingum með að gera svona. Bara þessi eini hlutur. Þetta rosaleg breyting, þetta sorglegt að við skulum ekki ég hef ekki séð merki þess að með sjó taka þessa tækni upp hér í Nei, það virðist bara að vera alls ekki vera þannig, einhvern veginn. Hún til og hérna, ég hef prófað að tala íslensku við þessa tækni og það gengur ágætlega. Þetta endur svo nefndur á þeim, bara eins og með þjóðverðina og bara þetta á við allar þjóðir meira og minna, við erum eldast, sem því það vantarlega, við lifum lengur, en við þurfum þá líka kannski á meiri heilbrigðisþjónustu haldi í einhverju formi, ekki endilega mikilli öldrunarþjónustu en einhvers konar heilbrigðisþjónustu. Þannig að þetta einhvern veginn, það verður meira álag á hann í framtíðinni. Já, svo eru kröfuna líka breytast og fólk vill gera meira. Ég meina, fólk vill vera aktíft og útivist og gera hluti og sætti sig ekki við það að það sé illt í stóru tánni en hnénu eða gangi halt eða eitthvað svona eins og fólk gerir hérna áður í einhver ára áður en að það sé skiptum lið eða hvað sem eina það það eru bara alltaf aðra kröfur og það vita það allir og minna, það vita allir hvaða möguleika eru hér og þar með því að nota netið og nota chat og aðra gervigreind til að spyrja slíka hluti. Þannig að það er áskorun. Já, ég er að spyrja þetta því að við erum svo ofta að ræða heilbrigðiskerfi en við ræðum heilbrigðiskerfi eins og í dag. Við erum að meta einhvern veginn hvernig það var áður fyrir en við vitum kannski ekki nákvæmlega hvernig heilbrigðiskerfi verður eftir 10 ár eða hvaða kerfi við erum að ræða og hvernig við erum að leysa þetta en þetta virðist verið einhvern veginn svona eilíða barátta. Já, þetta eilíða barátta því að líklegast að því að það er þetta kostar. Það er verið að gera hluti sem var ekki hægt að gera áður. Þeir sjúklingar sem eru á spítalunum eru veikari en þeir sem voru áður. Það voru fleiri rúm reyndar þá en svona, það var hugsað þetta öðruvísi og fólk dór hlutum sem þetta ekki verið í dag og nú lifir með sjúkdómana og ýmislegt annað. Þannig að þetta fórnarlamb okkar við erum fórnarlamb okkar eigin okkar eigin dugnaður við það að reyna að líkna og lækna. Kannski ein svona tæknispurning árum fyrir maður að íslenska heilbrigðiskerfi sko. Getum við séð í framtíðinni, munum við sjá bara einhverjum sjúkdómum útrýmt? Getum við bara útrýmt krabbameini eða Alzheimer eða einhverjum? Er tæknin að fara að hjálpa okkur í svona málum? Já, ég held að svo, man mun aldrei útrýma krabbameini sem að því þau eru svo mörg og svo mismunandi og svo mörgum aðstæðum og margt á bak við það. En jú, auðvitað munu einhver krabbamein vera útrýmt, einhverja sýkingar munu hverfa eins og við höfum séð að geti gerst. Já, en það verður samt meira og meira þannig séð að við lifum með sjúkdómen allt öðru sem mann lifði áður og betur og lengur. Og lyfjaþróun náttúrulega spila þannig inni líka? Lyfjaþróun spila mjög mikið þannig inni og það er komið mjög mikið af góðum lyfjum og svona og kostnaður það verið pólitískt rætumál. Ég meina þið sjáðu bara hvernig Trump hefur farið fram í gagnvart heiminum vegna þess að það hefur verið dýrustu hæstu verðin á lyfin hafa verið í Bandaríkjunum og hann segist ekki samþykkja það lengur sem ég skil alveg í sjálfsög sko en það mun hafa áhrif á önnur lönd. Reyndar ekki okkur þegar við höfum eiginlega verið með bandarísku verðin hjá okkur af gömlum tradisjón sko. Já. En við erum að handvelja lyfin sem við kaupum hér. Já, ég held að það segja að það eru margar leiðir til þess að gera þetta. Ég hef nú staðið í ýmsu hérna í mörg ár með að vera að vinna hérna á landinu reyna að finna bestu leiðina við þetta. Sameiginlegum innkaupum með Norðurlöndunum sem Guðlaugur Þór byrjaði með sinn tíma sem við síðan reyndum að halda lifandi en hafa gengið frekar illa. Ég segi hérna sátunum alltaf þessa sögu innkaup af lyfjum því að þegar ég stóð í þessu á sínum tíma þá kom í ljós að
að það land sem náði lægstu innkaupum á lyfjum í Evrópu var Noregur sem átti þó mestu peningin og þannig að það ekki hvernig náður því? Já, það var bara mjög hörð stjórnun, það voru bara 3 manneskjur sem sáum að kaupa fyrir allt landið í ýmsum og voru bara mjög hörð á því og horfðu fólki í augun og sagði ef þú ert á þessu verði, það flóki hvernig ég gerði þetta en það var eiginlega bara að sagði ef þú ert á þessu verði fyrir ofan þetta strik þá getum við eftir miður ekki nota þetta lyf hérna í landinu. Svo heldum við við það og það hafði þessi áhrif. En veit ég hef ekki alveg nýjustu upplýsingar hvort þetta sé verið en þetta segir ýmislegt það, þetta ekki kaupgeta þín sem aðalmálið heldur hvernig þú semur við mótherjana í þessu. Já. Það einhvern veginn hér á landi, maður vil nú ekki hljóma of neikvæður en það samt einhvern veginn, það virðist vera ef við reyna að draga upp einfalda mynd af því að manni finnst einhvern veginn umræðan heilbrigðiskerfi hér heima og þá aðalega, ef við kannski aðskilja heilbrigðiskerfi og ríkisspítalann. Manni finnst umræðan spítalann vera, þetta sé alltaf basl, það sé alltaf erfitt að reka hann, það aldrei nógu mikill peningur. Við sjáum hérna reglulega að dúkku upp myndir af gjörgæslurúmum í bílageymslum og við þekkjum alla þessu umræðu. Af hverju þetta svona? Já, þetta góð spurning, Ég var að vona að geta svarað þér. Já, ég veit að þú ert ekkert svo fyrst sem spyr mig að þessu þetta og ég kem með svar sem ég hata sjálfur að heyra við þegar fólk maður spyrja þetta flókið og það flækjust í þessi og þetta fyrir ég aðeins í gegnum þegar ég hef verið að kenna stjórnundu framtíðan eða eitthvað að flækjust í spítalarekstri öðruvísi heldur en í fyrirtæki, business, eitthvað svoleiðis. Þegar þú kemur á spítala, þegar sjúklingur kemur á spítala, þá hefur hann og mætir í gegnum dyrnar, þá eru 18.000 mismunandi greiningar eða plús sem þú getur haft. Suma þeirra kannski 2 eða 3 eða 4 eða 5. Það eru 13.000 rúmlega inngrip sem þú getur gert. Þetta ekki eins og að vera með bíl sem mætir á færibandið og þú velur 4 mismundi liti og svo innvols og svo. Þetta flókið, en það ekki þar með sagt að það sé ekki búið að leysa marga af þessum hlutum. Og þetta tilfinningaríkt þannig að það ekki alltaf farið eftir gögnum eða sem sagt, við sem kallum data. Staðreyndir ekki alltaf og svo mætir næsta við í pottin að þar verður pólitík í þessu líka og að því þetta svo dýrt. Ég meina, nú eru Bandaríkjamenn komin með nálægt 20% af sinni landsframleiðslu í heilbrigðiskerfið, ekkert mjög gott. Það eru frábæri hlutar af heilbrigðiskerfinu, algjörlega bestu í heimi, hlutaði. En ef við horfum á svona tölur fyrir aðra svona lýðheilsutölur og hvernig fólki vegna af sem hóp, þá færði ekki mikið fyrir peningana þar. Hjá okkur þá skiptir þetta skiptir máli að þetta kosti en þú verður þá að reyna að leysa ákveðna hluti með réttum hvötum með ýmsu öðru því líku. Ég meina, ég tek ef við ætlum að fara aðeins út í vandræði spítalans hafa ekki bara verið leyst svo það hljómar undarlega og ég sé að kasta ábyrgðinni frá spítalanum beint en meginpartinu liggur hjá pólitíksum. Hvernig þá? Já, það eru 2 atriði sem standa þar út af. Það það að menn hafa ekki tekið á nógu hart og fast á öldrunarmálunum. Það alltaf gefa og taka tilbaka, kostar á mikið að gera þetta og hitt og svo eru deilur innan milli sveitarfélaganna og ríkis sem hver á að reka hvað og svona. Þetta hefur ekki gengið nógu hratt. Og það þetta ekkit alveg sér íslenskt, en Svíarnir, þeir leystu þetta og með segja Danir og Normenn líka, í byrjun svona, 1990-95 á því tímabili, þá var það bara þannig að hjúkrunarheimilin voru sett á ábyrgð sveitarfélagana og þegar sjúklingur var tilbúin til útskriftar á hjúkrunarheimili, þá hafði sveitarfélagin 3 daga til að taka við sjúklingunum. Ef ekki, þá urðu þeir að borga fyrir dvölina á spítalanum. Tók þetta
3 til 4 mánuði að leysa þetta, því annars þeir fundu bara út hvað var mikið ódýrara að gera þetta. Já. Þetta ekki umræða neinstaðar, neinstaðar á Norðurlöndunum lengur. 0 umræða, þannig að það búið að leysa þetta. Þeir eru ekki eins og með sama hvatakerfi og var áður, því að það þarf ekki að því halda. Það eitt hluti. Svo hinn hlutin sem mér finnst líka mjög mikið á pólitíkunni að, ef þú ætlar að fara út í það að fá sem mest fyrir peningana, þá voru að vita hvað farið fyrir peningana. Það ein leiðin sem gera það svo innköllulega og svo DRG-kerfi sem var hafinn mörgu sinnum og að hluta til núna á spítalunum, en eins og við komum fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar og fleiri stöðum þá hafa ekki farið alla leið. Þeir eru ennþá í þessu bara að gefa slatta peningum og kalla það DRG-sjóð og svo vantar í DRG-sjóðinn. Getur þú útskýrt stuttumáli hvað finnst þið því? Ja, DRG er framleiðslu, þá farið borga fyrir það hvað þú gerir. Fyrir að fyrsta þá veistu hvað hlutinni kosta. Það er verð fyrir til þess að skipta mjög. Þú fær borgaði og skiptir mjög og ríkið segir, herðu, hérna við erum pöntum hjá þér 100 mjögmir, það er 100% framleiðsla. Ef þú framleiðir bara 95% aftur, þá færðu bara 95% af peningum sem þú annars fengið. Ef þú framleiðir 100% þá færðu þessa upphæð sem í fjárlögunum. Ef þú framleiðir 104%, þá færðu reyndar ekki þessi 4% af því að við kláruðum ekki þessi síðustu auka mál. Þannig að, og þetta er svona fælst fram og tilbaka og maður heyri pílítið þessu umræðu sem var mikið henni í kerfinu aðra embættismönnum, en þeir eru auðvitað stjórna þessi miklu þegar að ráðherrar eru að taka þessar ákvarðanir að þarna myndi ríkið missa algjörlega stjórn á fjárveitingum og fjárlögu var það sem skildi og svo þetta voru settir ykkur, þannig að þeir settu upp ykkur svona sjóði hér og þar sem hafa bara ekkert fylgt eftir og svo það líka þannig að horfum á hvernig þetta verður gert á meginparta stöðunum, þá það til dæmis ef það verður launahækkun eins og þegar að læknar og hjúkrunarfræðingar semjum launahækkanir í samninga þeirra, þá verðið á DRG-einingunum sem eru það sem þú fær borga fyrir, það sem þú gerir, það hækka sem nemur því hluta, því þú veist hvað hluti kosta og ef eitthvað hækkar þá verður að hækka það. Og þá það bara hækkað, getur verið 2% eða hvað sem það eða eins og í hvað segir norrænu vinnumarkaðsmódelinu, þá fór hann sjálfnast yfir 2%. En hér hefur það ekki verið gert þannig, heldur verið bætt í eitthvað pott og svo vantar í pottin og það er allt í mínus út af því og þó gögnir segi annað og þá ég auðvitað ekki djúpt inn í þessu, ég bara verið að lesa það sem maður séð og opið á netinu og hefur svona smá tilfinningu gagvart þessu verkefni sem maður var að reyna að reka áfram þangað til fyrir rúma ára síðan. En þú ert nú fyrrandi forstjóri Landspítalans og varst nú stjórnarformaður þannig til í fyrra. Er rekstur spítalans og flókin þar að segja, daglegur rekstur og flókin, er hann að gera mikið eða hvernig virkar það? Bara þannig að fólk átti sig á þessu? Nei, ég held að það sé ekkit, auðvitað er flókin, hann er ekkit oflókin. Hann er allt frá því að laga beinbroti að laga krabbaminn? Já, ég held að það er bara hlutverk spítala, hann er bara í því að gera það sem spítali gerir. Auðvitað er það aðeins öðruvísi við meira minna flókinni þjónustu inn á spítalanum sem væri kannski ekki þar ef við værum stærra samfélag og hefðum fleiri sæmilega stóra spítala. Þá væri það þannig en það væri ekki allt inn á þessum spítala en það er ekki flækjustíð er ekki að vandamáli, þetta er alltaf maður reynir að gera eins einfalt og hægtir, það er búið að breyta stjórnskipulaginu hérna þegar ég var að vinna því með Runólfi, við breyttum stjórnskipulaginu töluvert mikið hérna fyrir 4 ár síðan við byrjum á því og það held ég að hjálpa þeim töluvert og það gekk alveg ótrúlega vel hann á tímabili hjá okkur nema að við vorum alltaf að berjast með ofmarga þessum þurfti ekki á okkar hjálpa að halda sem voru bara bíð eftir að komast á hjúkrunarheimili en það var kannski svona vorum alltaf að sjá það svona ljós við endan á ganginu það var alltaf umtæfnilega að fara að taka eitthvað í gagnið, eitthvað hjúkrunarheimili umtæfnilega að fara að opna
Já, en það var aldrei neitt sem þegar það litla sem opnaði þessum tíma sem núna var og þá var til þessi fráflæðisvandi sem maður oft talað já, sem auðvitað vont orð en svona niðurlægjandi fyrir fólki sem er hluta af þessum vanda sko, en þessi vandi hann liggur alveg fyrir hvað þörfin er sko. Ég veit ekki, ég múið sjá 2 tiltölulega nýjar skýrslar sem bara stendur bara að þetta regna þetta út sko. Og það var alveg hægt að vita að verðum í þessu vandræðum sko. Það verðist einhvern veginn vera þú veist, er ofeinföld mynd að segja að þegar við sjáum myndir af því að það eru gjörgæslurúm í bílageymslum allt þetta, eins og ég myndist á það er að því að það er ekki verið að stýra fólki af gjörgæslu yfir aðra deildir, er það ekki í grunninn þannig? Þetta er að bráðamóttökunni segja já, sko, það er bara ekki pláss á þeim deildum sko. Því þar býða þessir eldri borgarar sem eru búin að fá sína meðferð sko. Það er auðvitað ótrúlega sorglegt að skuli vera þannig, ég meina við skulum nýta okkar starfsfólk, okkar húsnæði á þennan hátt sko. Er ný bygging að fara að laga þetta á Hringbrautinni? Nei. Okkur ekki? Því að það er ekkit meira plássum þar heldur en við með núna. Við hefðum hvað sem verið ekki fólki það eða var út í það farið. Það er þetta hjúkrunarheimili allt öðruvísi uppbyggðum mannunlega séð og svo. Þannig að ég veit ekki hvernig sú bygging fyrir í gagni sko. Ég man eftir að ég skrifaði undir fyrstu viljayfirlýsinguna með Steingrími Jóð og Jóhannu þá og lífeyrissjóðunum þá ætlum við að opna 2015 sko. Já. Svo var tekið fyrst skóplustunga mér fjárhæðandi 2015 en núna held ég veit ekki, ég sýnist það sko, maður horfir á hvernig þetta hefur verið og svona fylgst með svo fjallað ég reyndar ekki tala við nógu mikið af fólki hvernig þetta gengur en þetta, ef þetta verið opnað 28 til 30 nær 2030 sem þetta verið opnað sko, ég veit það ekki. Þú varst, eins og ég segi, stjórnarformaður Landspítalans þá til í fyrra og búin að vera það í nokkur ár maður sá bara og ég minna Willum Þór sem var nú heilbrigðisráðherra á þeim tíma hann var nú bara opinskár með það hann leitaði mikið til þín og hafði þig greinlega með þér á þeim var því ekkert framlengt með nýjum heilbrigðisráðherra? Nei, sko, við viljum auðvitað búin að þekkjast í svolítinn tíma svona óformlega, hann er úr Vesturbænum hann er aðeins eldri en ég en hann er úr Vesturbænum eins og ég þó að hann hefði alveg verið káringur þá voru maður mikið á góðu vinum mínum káringar og ég er valsari eins og sem við vita og það okkar samstarf var líka þannig að þegar hann var þjálfari hjá meistaraflokki Vals í fótbolta með ótrúlega góðum árangri þá var ég liðslæknir liðsins ásamt í svo öðru sem ég var að gera fyrir félagið og við höfum mjög gott samstarf við náðum mjög vel saman að leysa ekki bara meiðslamál heldur svona hvað sé bæði félagslega og andleg mál innan klúbsins og innan liðsins. Þannig að ég þekkti við sér alveg nákvæmlega hvað hann mann gemdi og hvernig hann vinnur og ég held að hann hafi þekkt mig þannig að þegar hann varð heilbrigðisráðherra þá baði maður fyrst með að koma og aðstoða sig aðeins og þá vorum við í endunum á síðustu COVID-bylgjunni og mér fannst það ganga nokkuð vel og síðan vorum við í það að svona sameiginlega að diskutera þetta með hjúkrunarheimili og hver plönum voru og reyna að koma þeim á stað og svo líka eftir að vera að hjálpa honum aðeins í held að vera 5-6 mánuð þá var ákveðið að setja á stjórn Landspítalans og þá vann ég líka auðvitað mjög mikið með hann þegar ég var að gera að stjórnarformann Landspítalans þó ég byggi ekki á landinu þá tölum við mjög mikið saman í síma og svo hvert einaskipti sem ég var á landinu þá sátum við alltaf helgar og bara við tveir og fórum í gegnum alveg ótrúlega mikið af málum og tókum sameiginlega ákvarðanir þar sem hann þurfti að gera eitthvað og ég þurfti að biðja aðrum að gera annað og þetta var bara fínt samstarf og auðvitað var það aðeins erfiðar eftir ég fluttist til Ríhad þá var ég auðvitað minna á Íslandi en það gekk alveg þangað til að varða stjórnarskiptum þarna og það gekk bara nokkuð vel þó það hefði verið aðeins minna mínar heimsóknir þarna síðasta hálfárið árið þegar eftir að flutti til Ríhad en svo þegar það urðu þannig að stjórnarskipti þá svona fann ég það að því að það var þú veist nýju stjórnmálumenn ég bara gaf þeim ákveðin tíma og svo heyrði ég ekki neitt frá þeim og hvorki frá ráðundun né
nýjum ráðherra og svo heyrði ég líka frá forstjóra Landspítalans, það var mjög lítið um samskipt, þannig að það virtist ekki liggja þeim nokkur leiti á hjarta að ég yrði áfram í þessu starfi. Þannig að mér fannst að þetta er... Hverju breytti það fyrir spítalann að fá stjórn? Það breytti mjög miklu fyrir það jók aðhald á öðru leiti. Þetta svona, fór meira inn í dagstaglegar ákvarðanir sem ráðherra það hefði ekki þurft að vera að potast í. Fengum reynslu frá öðrum starfsemi, annarri starfsemi í þjóðfélaginu. Fengum rödd starfsmanna að hluta til líka inn í sumar ákvarðanatökur. Fengum ákveðna reynslu af mínum verkum í því sem vorum að gera. Þannig að þetta, ég held að það breytt svolítið, ég held að tölunir, ef við bara horfum á tölunir, þá breytti það svolítið einföldum kerfið. Við náum að koma inn hluta til þess að DRG fjármögnun sem að reyndar byrjað áður stjórnin var, en svona kláraðist þarna og náðum þá 2 heilu árum þar sem við stóðumst fjárlög. Og sem var breyting frá sem áður var, sem var tölvu breyting frá því sem ofta hafði verið áður. Ég reyndar hafði á föstum fjárlögum náð að halda spítalanum á fjárlögum í 3 ár sko, þannig að sem var líka nýjung á þeim tíma. Þannig að á hverju hættur sem fórstjóri spítalans á sínum tíma? Svo við förum lengra aftur í tíman. Ég hætti bara mér, ég gat ekki staðið fyrir fram að starfsfólki mitt og sagt að við ætlum að halda áfram að skera niður núna, sem sagt við skárum niður 23% á 2 árum, heldum sjó hana í kringum bankarunnið og svo vorum við svona komin upp úr þessu bankarunni og landið var að rísa og það voru komin peningar og við vorum undið það búin að við sem nákvæmlega hver við vildum vera fyrir framtíðina byggja upp, ekki að það við vorum byggðum að fá okkur pening til þess að gera eitthvað nákvæmlega áallanum við sögðum öllum frá því sem vildu heyra, hvort sem það var í kosningabaráttunni og svo kemur bara ljós eftir nokkra mánuð að þeirri nýja ríkisstjórn að okkur sagt, þið búin að standa okkur svo rosalega vel að spara hans meira. Ég held að það verið 2% eitthvað. Ég bara staði, þetta er ekki trúverðugt og ég get ekki staðið fram og þá er bara best að fólk fái bara einhverja aðra í verkefni. Sko. Því að þetta, maður að hafa eitthvað trúveruleika og trúa því sem maður er að gera til þess að það verði. Það er svona megin ástæðan fyrir því. Svo breyttist þetta það var þetta smá kvælur því ég hætti og bara staði hlutin eins og það væri. Þá breyttist fjármálunum töluvert til eins góða en ekkert að plönunum okkar sem við vorum búin að vinna mjög vel það hvernig við vildum byggja upp heilbrigðiskerfið. Það var ekki farið í það heldur. Það þarf í þess að ég segi ekki smjörklípu en þú setur eitthvað svona pening þarna inn til þess að verða ekki meira umræða og allir verða góðir þangað til að kemur að næstu fjárlögum sko. Já, og svo bara að þú minnist nú að samskiptaleysi við ráðherra sko, það var nú greint frá því bara fyrir örfáum vikum að það væri nú ekki mikil samskipt á milli núverandi forstjóra og heilbrigðisráðherra og RÚV og fleiri fjölmiðlar fjölluðu það. Já, ég þekki það ekki en það með þessi samskipti og þennan fyrsta mánuð þá kemur það ekkert á óvart en það verður aðrir að svara fyrir það. Ég held að þetta er mikið af þessum tökum ákvarðanir sko. Bíðum ekki of mikið, bara tökum ákvarðanir og gerum það. En hversu auðvelt er að taka ákvarðanir á Landspítalanum? Þetta er svo risastofnun. Hún er ekki risastofnun. Það er neini. Okay. Ég veit ekki hvað starfamarkið hann núna, það starf ekki kringu 7.000 manns. Það voru 4.500 manns á Landspítalanum þegar ég hætti þar. Þetta er ekki svo snúa flugmóðskip endilega? Að hluta til er það þannig, en ég sneri Karolinska, við vorum með hátt í 16 starfsmenn á Karolinska og það tók 6 mánuði að snúa því flugmóðskipu. Það er allt hægt, það er hægt að gera ákveðna ég hef alveg ótrúlega góðan stuðning af pólitíkinni þá. Þeir bara höfðu ekki neitt annað val, þetta var alveg þeir voru því líka orrarhríði í kringu það hvernig hlutinu voru að gerast og sjúklingar voru farnast illa að þessu biðlistar voru ræðilegir og ýmislegt annað. Þannig að ef þú hefur góðan pólitíska stuðning og þú fær stuðning við biður ákveðnar pólitískar ákvarðanir að það sé eitthvað gert þá
þá er ýmislegt sem getur gerst. Getur, Þegar við byrjaði á King Faisal, sko, ég var búin að vera þar í 2 mánuði þegar ég fekk stjórnina með mér, stjórnina á spítalunum, að breyta stjórnkerfinu algjörlega. Við gerðum það. Og hvernig þá? Já, það var bara alltaf flókið og alltaf mikið af stjórnendum og alltaf mikið af okkur nefndum og dótari og það gekk alveg ótrúlega vel, sko. Það hefur gengið alveg ótrúlega vel. Ég meina, þetta sér kapital fyrir sig og hvað stjórnsýslukerfi þarna á spítalunum var og er á fleiri stöðum í Sáti flókið og þungt og ég nefni þessum dæmi að ég var svona smá eirðalaus yfir því eftir að vera þannig 6 vikur að svona ég væri ekki að draga mitt, þetta gengi ekki nóg hratt, þannig að ég var við það, ég ætlaði að gera eitthvað, sko. Eftir að vera 6 vikur á Karolinska þá gat ég ekki beðið, þá þurfti ég að segja upp 550 manns. Ekki að því ég bara þess að gera eitthvað, heldur bara til þess að byrja að leysa vandamálin. Og því ég var á King Faisal eftir 6 vikur, þá var ég við það að það tölvöld mikið á svona nefndum eða committees eins og þeir segja, það sem var mikið af fólki og það var að taka ákvarðanir alls konar hluti til þess að sem enginn bara í raunverulega ábyrgð á. Þeir voru að losa fólk undan ábyrgð með því að taka ákvarðanir þó þau verið kannski sjálfur í nefndinni. Og þannig að ég fekk 2 með mér og við fundum alla hvað voru margar nefndir og hverjar þeirra auðvitað nokkra þeirra bundnar í lög og ég lokaði öllum nefndum sem voru ekki bundnar í lög, bara sagði, ég sendi skeyti, takk fyrir starfið þitt, við ætlum að láta gólfið sjá þetta, við ætlum að taka ákvarðanir það sem ákvarðanir að vera, en ef þið sjáðu þörf fyrir þessa nefnd, þá sendum við mail. Það er enginn sem sendur mail, ekki einn einasti. Ég lokaði 220 nefndum. Var enginn sem reynda réttlæta tilveru þeirra? Enginn, ekki einn einasti. Það er magnað. Já. En þetta tekst mönnum með handverkum að flækja kerfið, eins og þú ert að lýsa þarna. Það sama við vantarlega hefur verið einhver lit á Karolinska með alltaf þess að byrjast á, kannski sama hér. Já, ég held að sé sko ekkert endilega með nefndum, heldur bara með eitthvað svona stjórnlögum og miðstýringu, svo oft fer maður í svolítið miðstýringu þegar það eru krísur og ef krísan verður löng þá festist miðstýringin og ég held að það sé svolítið merkjum eitthvað slíkt á spítalunum núna. Það var eitt af þess að við gerðum þegar ég tók við 2007-2008 spítalunum sínum tíma. Það var ómikið miðstýring, það var ómikið búin að sjóa, þannig að ég reyndi að fletja út eins mikið og hægt og fekk aðstoð starfsfólksins við það og svona gera sýnilt vandamál. Auðvitað voru aðstæður í þjóðfélaginu þannig að allir vildi gera, allir, svo gólfið var að brenna eins og Amerikanarnir segja, sko. Sko, biðlistar, það er nú orð sem við heyrum mjög oft í umræðinu hér og annars staðar. Getur lýst stuttlega hvernig þið eittuð þeim á Karolinska? Já, það er þetta mjög skemmtilegt hvernig maður gerir svona hluti. Ég byrjaði að hugsa mikið þetta þegar ég var í privatbusiness með áður fór til Karolinska. Þá voru ég að reka byrjaði að reka 3 minni sjúkrahús í Svíþjóð og síðan var ég að reyndar með ansi mörg þeirra nokkrum stöðum í heiminum. En þegar voru að kynna fyrir mig flottasta sjúkrahúsið og svona, þá sagði það vilja allir koma til okkar. Við erum með 6 mánaða biðtíma. Það vilja allir koma til okkar. Og ég sagði, ok. Og ég sagði það ekki þá, en ég hugsaði, þau halda sér nætuklúbbur, þessi átó með biðlista fyrir utan, þú ferði aldrei á nætuklúbb þar sem enginn er í biðröð fyrir utan. Það er algjörlega þannig að ég sagði, hugsunarvilla frá byrjun, það sé gott að biðlista. Það er hættulega fyrir sjúklingana. Þannig að það sem við byrjum að það gera, við skoðum 93 eða 94 biðlisti, manna ekki nákvæmlega. Og svo hafa verið svona nokkuð stöðugir yfir síðustu 2-3 ár, sem þýðir þá að við erum annað eftirspurn. Við erum með gamla skuld. Þá tekur þú gamla skulduna í burt. Þá ertu og heldur áfram sama dampi. Við gerðum alls konar svona hluti, við reynsum til, við opnum Laugardaga, við settum smá pening í þetta, það var ekki voðalega mikið.
Við fengum tölverið mikla mótstöðu hjá starfsfólkinu, við þurftum að hafa tölverið fundaherferð fyrir bara þess að fólk skildi það að það veri tímabundið að vinna aðeins meira, það veri öruggara að vinna aðeins meira heldur en að láta sjúklingarna bíða fyrir utan. Þegar þeir eru eitthvað ágjörð ef við vinnum 45 tíma á viku, sko, þá í staðan fyrir 40, þá er það kannski ekki eins öruggt fyrir sjúklingarna. En þannig að það þurfti að fá alla með og leið og allir voru með, þá voru við einhverjum 5 mánuði á því að þurrka út 87 af þessum 93 eða 4 biðlistum. Þetta er hægt. Þetta er hægt, já. Þetta er ekki biðlista átak eins og oft er talað um. Þetta er bara hættum við þessum biðlista. Við erum ekki að hafa biðlista. En ykkur tekst að eyða þessum biðlistum byggjast þér upp aftur einhver liti eða hvernig ná menn að halda dampi síðan? Já, ef þú fer borga fyrir það sem þú gerir, þá er það að halda dampi. Já. Þegar þú kennir breytingastjórnun í Harvard og öðrum skólum, hvað er það sem þú leggur mest áherslu á þessu sviði? Hver eru svona stóru punktarnir í þess? Það eru, þú spyrir það svolítið eins og ég hef verið að hitta bankafólk hérna í Sáti þegar að vera til dæmis að lesa þetta case sem Harvard skrifaði um starfið mitt og svona þeir segja alltaf, já, og hvað er meginpunkturinn? Já. Því það er engin einn meginpunktur. Meginpunkturinn er í það að ég er svona vinnu mikið við breytingastjórnun, og breyta einhver hlutum, leið á fólk hættir að vilja breyta og gera betur, eða það segir alltaf, ekki alltaf gera betur en ég horfði þessi og þú ert að breyta til að gera betur, þá staðnaru og þú bakkar og það er það sem gerist. Þannig að ég hugsa, vinna ótrúlega mikið með upplýsingagjöf til fólksins að fá það með til að hugsa það á hverju erum að breyta. Það er svona meginpunkturinn, og það er hann undir fyrir svona á þessu það sem ég segi breytingar, það er það sem færir þið áfram. Ef þú breytir engu, þá færist ekkert áfram, þú verður bara kjur og vinna með það og síðan þetta ákveðin tækni hvernig þú vinnur með það sem er svona megin áhersla því sem ég kenni mest af og nýti mína reynslu það er ótrúlega gaman. Það er alveg ótrúlegt að þú veist að tala um spítala hér og spítala þar og svona, það eru nákvæmlega sömu vandamál á öllum spítalum sem maður heyrir og hittir fólk á og svona. Já, er það málið? Það er alveg ótrúlega, en svo segir, já, er hægt að gera svona, það er hægt að gera alveg ótrúlegustu hluti. Maður sér fólk gera alveg ótrúlegustu hluti ef það, er með hlutina á hreinu og flækir ekki á mikið þó það sé flókið. Ég enda alltaf mína fyrirlestra nú orðið á að stela frá enninu fyrirtæki sem heitir Nike sem segir just do it. Já. Það er ekki flottan en það? Það er ekkit flókn en það er alltaf að segja það. Ég maður getur sagt að svona menningarheimurinn sem eins og ég stegi inn í þarna er mjög meðvitar alls konar hluti geta greint hvað er að og svona, en síðan kemur að gera það þá svona ákveðin svona ákveðin træð að gera það og það getur verið træð út frá fólk er ekki alltaf fúst til að gera breytingar. Nei, fyrir utan það ég skilji það fólk er mismunandi ekki allir eins og ég með það að vilja gera breytingar og hafa gána en þú býrð þér til þessi markmið og vita af hverju þú ert að gera það og ert eitthvað, en þú verður líka að vera til að þú breytir eitthvað sem gögn, ekki tilfinningar þó maður beri virðingu við tilfinningunum, en ef gögnin sína að þetta virkar ekki þá eru að geta haft minna stolt en meira til að bakka og gera eins og gera áður eða gera enn öðru en ekki alltaf bara við ætlum að rannsaka þetta, nefndi ég að skoða þetta eða eitthvað því líkt og kúltúrinn þarna hefur verið það menna að vera mjög varkárir sem leiði til mikilla stöðnunar og ég var ég segi ekki þreyttur en ég hef að nota það stjórntæki þannig að ég keypti mig bara grænan ból sem græni liturinn þeirra í þjóðfánunum þeirra og svo á þeim ból stendur just do it. Þannig að þegar mér leiðast fundir þar sem fólk er eitthvað að þrafa þá fer ég inn á skrifstofunum og næði hann að bóla fyrir í hann. Og virka það?
ég leysi upp fundin þannig sko og margir vilja taka mynd af mér mjög sko. Já. Þannig að jú, einhver leiti en þetta svo mikið líka sko kultúr og hugsun og hvað það ákveður að gera Ég spurði þetta upphafi eða snemma í viðtalinu hvort það væri til hvort að hið fullkomna heilbrigðiskerfi væri til ég hef kannski frekar að spyrja hvort að hinn fullkomni spítali væri til Nei, ég held að fullkomni spítali sé ekki til Þeir eru margir mjög stórir og margir trúði því áður fyrir að hérna þeir ættu kannski ekki að vera svona stóri ættu að vera meira litlum og svona meira sérhæðum og hvað en það, ég held að menn hafi sjáið það að og það eru gögn sem sanna það að þú gerir meira af ykkur þá ertu betri í því og þannig að svona einhver sérhæfinga, einhver magn þarf ákveðnum hlutum inn á spítalunum það leiðir til þess að þeir eru stórir það er mörg horn að líta og þú veist að treysta mörgum þú nær því aldrei alveg það er til alveg ótrúlega margir góðir spítalar með svo mjög góðir sem að endalist að gera mjög góða hluti en það er engin fullkomin alltaf að gera betur og svona kannski er ég bara ef maður brett í lokin svona til að horfa aftur heimskoðu á Landspítalinn að geta gert allt eða eigum við að treysta frekar á aðra þjóðir fyrir sérhæfðari verkefni að við erum ekki stórt samfélag Nei mitt svar við þessu hérna árið 2010 þegar að Michael Porter kom hérna talaði helt fyrirlestur heilbrigðiskerfið og hann sagði bara, þið eru bara allt að fá ég var alveg samferðum það að hann hefði rámt við sig það væri hægt að gera allt hérna með af stöðuna sem væri á þekkingu á þeim tíma það væri auðvitað einhverjar skurðaðgerðir og einhverjar hlutir sem væri ekki hægt að sem væri svo sjaldgæfur og væri ekki hægt að gera hérna en þá var það kannski hægt að flytja inn fólk til þess að gera það skurðlækna og við vorum í þeirri stefnu töluvert núna þá horfi ég á það að jafnvel við niður í sátíð finnum aðra staði í heiminum sem gera ákveðna sjálfgjafi hluti ég held að Ísland sé örugglega í þeim hópi líka það sé betur fyrir sjúklingana og ég held að verða Svíþjóðar eða eitthvað já, Bandaríkjanna, Svíþjóðar í sérhæfðari verkefni já, bara einhverja staði þar sem eru með sannaða góða niðurstöðu í sjálfgjafum hlutum og svo kannski glænýjastu hlutin eru kannski svo flókir að það þarf einhver tíma til að geta byggt upp aðstöð til að geta að veita á meðferð hér eins og höfum við gert með marga aðra hluti hérna ég meina nefni hjartaskurðlækningar sínum tíma þegar við byrjað með það nýrnagjafir, ýmislegt annað þetta þarf sinn tíma það þarf sínu uppbyggingu þarf það þannig að mitt stuttasvar er að nei, ég held að við sem lítið þjóðfélag komum ekki til með að fylgja eftir tækninni nógu mikið, nógu hratt í nógu miklu magni til þess að geta gert allt sjálf. Já, sem er áhugavert svar. Þá veitum við að við þurfum að leita annað og við erum samstarfið aðra. Ég held að það sé algjörlega aðalpunkturinn að vera í samstarfi og ég held að samstarf gangi líka út af það að bara gefa líka af sér. Við erum búin að gefa ótrúlega mikið af okkur í þekkingu til heimsins með Decode, íslenska erfðagreiningu og þeirri vinnu sem hefur verið þar. Og ég held að það sé margt í því sem við sem þjóð getum gefið af okkur tilbaka í samstarfi því samstarfi er að virka báðar áttir þetta er ekki bara að senda eitthvað frá sér og borga og svo ekki söguna meir sko. Já. Kannski rétt í lokin, sagt hann þess að praktisera sjálfur? Næst algengast spurningi sem ég fæ. Já. Já. Þú gerir það? Ég ger það. Getur til að sagt að það var eiginlega í annar eða þriðju bylgjun af COVID ég hætti að taka helgavaktinnar sem hjálpa unga fólkinu og hafði áður kannski eftir hálft ára á Karolinska ákvað að vera ekki jafn aktífur sem skurðlæknir því maður vill ekki maður vill vera góður í það sem maður gerir og það verður að vera ákveðin tími í það og það myndi koma kortnir á öðru finnst mér ef ég væri þannig. Þú varst að framlengja starfið þitt, þú skrifandi nýja samningi í sátíð og fyrir það til ársins 2030 öllu á breyttu. Hvað tekur við þá? Ég veit ekki. Ég er að gera svo mikið annað heldur en bara að vinna hana. Ég er í stjórnum fyrirtækja, alþjóðlegum fyrirtækja sem eru með alveg ótrúlega skemmtilega hluti sem erum að vinna að.
ég að hvað er það fyrirlestari, ég að kenna ekki þessu einhvern veginn að hluta af laununum mínum eða eitthvað þannig séð en þetta bara segir mann það að maður veit ekki hvað gerist Þetta fullu fjöri? Ég er ennþá í fullu fjöri þó þrátt fyrir að maður ætti kannski að vera að slaka á en ég bara að sjá hvað gerist Þetta var ekki planið að fara þarna niður en þegar ég hætti á Karolinska þá voru þeir bara fyrstir og ég gerði 3 ára samning við þá og það var svona kannski meiri venja að maður gerir 5 ára samninga eitthvað heiligt en ég vildi ekki gera meira það til þess að hafa ykkur bæði einfalda leiðir út og svona sjá hvað veri þegar maður er komin allt annað að sjá verkefnið þegar ég líst og skoða tölur og en þegar maður er komin á svæðið og svo var það held ég þannig að þeir eitthvað varið við það að aðrir vildu ráða mig á sæmilegum kjörum annað þá vildi þeir tryggja mig áfram og ég vildi halda áfram með þetta verkefni ég er algjörlega óbillandi trú á þessu verkefni sem við erum að gera núna, við erum að breyta alveg ótrúlegustu hlutum og það er ótrúlega skemmtilegt Kemur mikið heim? Ekki nógu mikið ég er svona kannski annarkvæmt mánuð reyna að vera henni einhverja dag ég veit að börn, 1 barnabarn foreldra, mikið af vinum þannig að heimurinn er lítill þannig að fólk kemur til mín töluvert og ég er mjög ánægður með það svona, en ég er kannski ekki nógu mikið en heima en ég er í miklu sambandi við fólki en heima maður eyðir þessum tíma í símanum og netinu töluvert þannig að maður sér hvernig og fylgjast með srónum? Algjörlega, það er ekki breyst Ég ætla að kveðja á henni að þeirra á flugum Val Ég ætla ekki að gera það Þú er alveg mistað því Ég held ég fengi bara að koma hérna til að þá Já, við tökum það kannski síðar bara Já. Það er hérna Björn Sóka, frábært að fá því þáttinn Takk fyrir að gefa þér tíma og vegna þér vel fyrir sunnan Takk fyrir, æðislega gaman að koma Ég kveð ykkur sem voru að hlusta og ykkur sem horfið Takk fyrir